Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 8. september árið 2020 og settur 1317. fundur bæjarstjórnar Akraness. Og mættir eru til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar Rakel Óskarsdóttir, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og situr í sæti forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Sædís Alexía Sigurmundsdóttir verkefnastjóri sem sér ritin fundagerðar einnig. Og áður en að gengið til dagskrár þá vil ég bera upp á tillögu að tekið verði inn á dagskrá þessa fundar með afbrigðum samkvæmt ákvæðum samþykktu stjórn- og fundarstjórn Akraneskaupstaðar. Mál númer 1905-393, málefni Grundartanga og það mál verði þá númer 5 á dagskrá ef bæjarfulltrúar samþykkja það. Þessi samþykkja það að taka þetta mál inn á fundin, gjörðu svo gjöfmerki, það samþykkt 9-0. Þetta mál verður þá númer 5 á dagskránni og þá göngum við til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá hefur málsnúmerið 2003-191 COVID-19 ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga. Ákvörðun samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra til að tryggja starfhæfi sveitarstjórn og auðvelda ákvörðunartöku við stjórn sveitarfélaga hefur verið framlengd til 10. nóvember 2020. Og auglýsing þess efnis birtist í B-deild Stjórnartíðinda þann 11. ágúst síðastliðinn. Og þessi bráðabirgðaákvæði snúa að heimildum sveitarstjórnar til að nota fjarfundabúnað á fundum, fagráða og nefnda, að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum með fjarfundabúnaði og að heimilt sé að staðfesta fundargerð með samþykki í tölvupósti eða öðrum rafrænum hætti. Og þetta mál hér með lagt fram og opið til umræðu. Orðið laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þegar ég sá dagskrána og þá var ég aðeins hugsi því að mér finnst ef ég skil það rétt þá ætlum við að hafa hér uppi tillögu það að við sem bæjarstjórn í einhvern ákveðin tíma þá eða jafnlengi og þessi auglýsing gildir ætlum að gera breytingar á okkar sem sagt fundarsköpum með vísan í þessa reglugerð. Ég hefði eiginlega haldið að dagskrárliðurinn hefði átt að vera sem sagt tillaga, ekki í sjálfu sér þetta skjal. Við gerum þetta mjög svipað síðast og ég það aðeins efasemdir í hausnum á mér að þetta sé alveg rétt en þetta sem sagt ætti svo sem að sleppa en það hefði átt að vera tillagan sem að ég reikna með að forseti sé með það að við sem bæjarstjórn tökum þetta upp í okkar fundargerði með vísan í þessa auglýsingu frá ráðherra. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu og ég vil þakka bæjarfulltrúanum fyrir þessa ábendingu málsmeðferð og
til þess að þetta sé allt á hreinu, að þá er það rétt sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir. Þetta er tillaga það að við sem bæjarstjórn gerum breytingu á okkar fundarsköpum þennan tíma sem hann nemur, og þessi tillaga í raun þríþætt og við þurfum að greiða 3 sinnum atkvæði. Fyrsta tillagan sú að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefndar sveitarfélagsins og vísa til 1. töluliðar 1. málsgreinar auglýsingarinnar frá ráðherra. Önnur tillagan að engar takmarkanir verða á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda með fjarfundabúnaði, samanber 2. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Og þriðja tillagan að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðru rafrænum hætti, samanber 5. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Það er rétt sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson segir, þetta er tillaga og þetta er meira að segja 3 tillögur sem hér liggja fyrir það að við gerum tímabundið til 10. nóvember næstkomandi þessar 3 breytingar á fundarsköpum Akraneskauta. Og orðið er laust ef einhver vill ræða þetta frekar. Það er enginn sem biður orðið, þá ber ég þessar tillögur upp og óska þá eftir því að þessi samþykkja gefi merki. Og fyrsta tillagan hljóðar svo: Bæjarstjórn Akraness samþykkir með heimild samkvæmt 6. bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaganna nr. 138 frá árinu 2011, samanber auglýsingu nr. 780 frá árinu 2020, eftirfarandi ráðstafanir til 10. nóvember 2020. Þá í fyrsta lagi að sveitarstjórn sé heimilt að nota fjarfundabúnað á fundi sveitarstjórnar, fagráða og nefndar sveitarfélagsins, samanber 1. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Þessi samþykkja þessa breytingu gjör svo gefa merki. Hún er samþykkt 9-0. Í öðru lagi að engar takmarkanir verði á fjölda fundarmanna sem taka þátt í fundum sveitarstjórnar, fagráða og nefnda með fjarfundabúnaði, samanber 2. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Þessi samþykkja þetta gjör svo gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Og í þriðja lagi að heimilt sé að staðfesta fundargerðir með samþykki í tölvupósti eða með öðrum rafrænum hætti, samanber 5. tölulið 1. málsgreinar auglýsingarinnar. Þessi samþykkja það gjör svo gefa merki og það er samþykkt 9-0. Og þá förum við í annan lið á dagskrá þessa fundar. Hann hefur málsnúmerið 20.05.060, jafnlaunavottun úttekt, og hér er lögð fram jafnlaunastefna Akraneskaupstaðar, og áður en að við tökum þetta mál til umræðu að þá gerir forseti þá tillögu málsmeðferð að jafnlaunastefnunni verði vísað frá þessum bæjarstjórnarfundi til umfjöllunar í bæjarráði, í fagráðum bæjarins og í ungmennaráði og öldungaráði Akraneskaupstaðar. Komið þá aftur inn til bæjarstjórnar til afgreiðslu á næsta bæjarstjórnarfundi. Og orðið er laust þetta mál, jafnlaunastefnu Akraneskaupstaðar og þessa tillögu fundars forseta málsmeðferð. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls og þessi samþykkja þá framlagða tillögu forseta málsmeðferð að þessu verið vísað til umfjöllunar í fyrrgreindum ráðum, gjör svo gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það þriðja mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 20.04.155. Þetta er deiliskipulag stofnanareits, Kirkjubraut 39. Lögð er fram tillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Kirkjubraut 39 og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Orðið er laust og það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða, það læt í forsetann. Ég ætla bara að fá að víkja sæti undir þessu máli vegna tengsla. Skal þá að þessi fært til bókar að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir víkur af fundi undir umræðinu þennan lið, en orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls og þá bið ég þá sem að samþykkja það að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að gjöra svo og gefa merki. Það samþykkt 8-0. Já. Og þá óska ég eftir að bæjarfulltrúi Sandru Margréti verði boðið sæti aftur. Og við höldum áfram dagskrá, 5. fundarliður, hefur fjórði fundarliður afsakið, málsnúmeri 1911-181, þetta deiliskipulag Garðabraut 1 og hér liggur fyrir erindi frá Teiknistofu arkitekta Árna Ólafssyni fyrir hönd KFUM og KFUK á Akranesi, þar sem óskað var eftir því að tillaga að deiliskipulagi Garðabrautar 1 sem félagið hefur látið vinna yrði auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga. Skipulagslýsing var auglýst og kynnt í apríl 2020 og kynningarfundur haldinn skipulagstillöguna 16. júlí 2020. Og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og orðið laust þetta mál. Það óskar enginn eftir að fá orðið. Og þá legg ég þessa tillögu fram og þessi samþykkja að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 gefur svo og gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá förum við í 5. fundarlið. Og hann hefur eins og áður sagði málsnúmerið 1905-393 málefni Grundartanga og forseti les hér upp tillögu að áskorun bæjarstjórnar Akraness til ríkisstjórnar Íslands. Og tillagan hljóðar svo: nýlega hefur Norðurál á Grundartanga upplýstu vilja sinn til þess að ráðast í 14 milljarða fjárfestingu á Grundartanga til frekari fullvinnslu á afurðum sínum og aukinnar verðmætasköpunar gegn því að samkomulag náist við ríkisfyrirtæki Landsvirkjun langtíma raforkusamninga með viðunandi verði fyrir báða samningsaðila. Bæjarstjórn Akraness skorar á ríkisstjórn Íslands að nýta þetta einstaka tækifæri til þess að fylgja eftir yfirlýsingum sínum kröftuga viðspyrnu í efnahagslífinu og vilja sínum til að ýta undir fjárfestingar fyrirtækja þegar það bjóðast með því að lýsa við stuðningi við uppbyggingar áform Norðuráls. Þannig hljóðar þessi tillaga að áskorun til ríkisstjórnar Íslands og orðið laust þetta mál. Og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég bara komin hingað upp til að lýsa ánægju minni með þá áskorun sem að hér lögð fram og finnst bara mjög mikilvægt að við hér í bæjarstjórn styðjum nú í orðum okkar við þá atvinnustarfsemi sem á Grundartangasvæðinu. Þetta erum við að gera nú og erum við gert oft áður. Og eins og fram kemur í þessari áskorun þá gæti þetta verið kjörið tækifæri á þeim skrýtnu tímum sem við
lifum nú á og í það sem samdráttur mikill að spyrna við fótum í efnahagslífinu og auka þar með atvinnu og atvinnutækifæri fyrir einstaklinga og eins og við höfum líka oft talað hér og allir vita að þá þetta Grundartangasvæðið. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur Akurnesinga og fjölda einstaklinga og fjölskyldur sem að þar starfa og svo ekki sé minnst á þau jákvæðu áhrif sem atvinnustarfsemin hefur á efnahagskerfið. Þannig að þarna fjöldinn allur á störfum, bæði innan þeirra stóru fyrirtæki sem það starfa, Elkem og Grundartanga og fjöldi allra starfa í afleiddum störfum. Þannig að ég vildi bara koma hér og lýsa ánægju mínum og stuðningi við þá áskorun sem hér lögð fram. Kærar þakkir, forseti. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið enn laust þessa tillögu. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá ég hef nú þegar lesið upp þessa tillögu að áskorun og þá hún hér með borin fram til atkvæðagreiðslu. Þessi samþykkja þessa áskorun bæjarstjórnar Akraness til ríkisstjórnar Íslands gjörðu svo vel að gefa merki. Það eru 9 atkvæði sem samþykkja þessa áskorun bæjarstjórnar Akraness til ríkisstjórnar Íslands. Þá höldum við áfram dagskrá. Og 7. mál á dagskrá hefur málsnúmerið 20.102, þetta fundargerð bæjarráðs á árinu 2020 og lögð fram fundargerð númer 3428 frá 27. ágúst síðastliðnum. Og orðið laust þessa fundargerð, það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Mér langaði hér að fylgja úr hlaði þessari einu fundargerð sem hér lögð fram undir fundargerðum bæjarráðs. Og það örfá atriði sem ég ætla kannski að fara yfir í þessari fundargerð og það sem fyrsta mál á dagskrá sem var fyrsta mál á dagskrá þessara fundar, mánaðar árshlutauppgjörið uppgjörið. Það sem 6 mánaða uppgjörið var lagt fram. Og undir þessum fundarlið kom Þorgeir Jónsson, fjármálastjóri Akraneskaupstaðar á fundinn og gerði grein fyrir þessu uppgjöri. Og þannig ég fari svona örlítið og bara létt yfir það að þá, sem sagt, hvað var það samstæðu Akraneskaupstaðar á B-hluti, að þá voru rekstrartekjur tímabilsins rétt tæpur 4,1 milljarður og voru því 5,5 milljónir umfram áætlun. Og helstu frávik í tekjum voru þau að arðgreiðslur voru 18 milljónum krónum undir áætlun en aðrar tekjur voru 58 milljónum krónum yfir áætlun tímabilsins. Og helstu frávik gjalda að finna í launagjöldum án lífeyrisskuldbindinga. En sem svo bæði í A og B hluta þá þau 15 milljónum krónu yfir áætlun eða 0,6% yfir áætlun og styrkjur og framlög 22 milljónum krónum undir áætlun. Rekstrartap, hvað var það samstæðina, 28 milljónir og því 64 milljónum umfram áætlun. Varalegi rekstrarfjármunir nema 6,5 milljarði og hækka tæpar 512 milljónir. Og þar jákvæð hækkun vegna eignabreytinga. Það eru 627 milljónir vegna þess. Sem meðal annars vegna byggingar á fimleikahúsir, reiðhöll og uppbyggingar á Dalbrautarreit, en það aðrir þættir sem telja líka. Skammtímakröfur nema rúmum 1,1 milljarði og hafa lækkað 420 milljónir frá því árslok 2019. Handbært fé rúmir 2,1 milljarður og hefur lækkað 197 milljónir á tímabilinu og eignir nema samtals rúmum 15,3 milljörðum í lok tímabilsins og hafa aukist 2,2% frá árslokun 2019. Eigið fé í lok tímabilsins nema rúmum 8,2 milljörðum og
langtímaskuldir lækka 90 milljónir á tímabilinu. Þetta er bara samstæðan. Hvað var það B-hluta, og þá ætla ég kannski bara aðeins að fara inn á Höfða, að þjónustutekjurnar á Höfða voru 6,1 milljón undir áætlun og hafa það áhrif á samstæðuna okkar. Og stærsti hluti vegna minni tekna vegna hjúkrunardagjalda sem skýrist meðal annars að beinum COVID-áhrifum. Því að tímabili var heimilinu lokað þarna í mars, apríl og mér minnir að hafi verið fram í maí, jafnvel lengur, ég bara glemdi alveg að fletta því upp. Og á þeim tíma var ekki hægt að innrita heimilismenn í auð rými og þar urðu við af tekjum. Og einnig var hvað var á dagvistunina, að það voru einnig minni tekjur af henni, þar sem að dagstarfið lá niðri tíma. Launaliðir varða dagvinnulaun og álagsgreiðslur eru rétt 3,5 milljón undir áætlun, en laun vegna yfirvinnu eru rúmum 9,6 milljónum umfram áætlun. Og þegar það allt tekið saman, þá eru laun og launatengd gjöld samtals 6 milljónum umfram áætlun inn á Höfða. Og þegar leitað var skýringa eftir því, þá skýrist þetta meðal annars að miklu álagi á heimilinu á COVID-tímum. En þegar heimilinu var lokað og aðstandendur gátu ekki komið í heimsókn, þar með varð ákveðin álag í hjúkrunarþyngd heimilisins sem hafði þennan kostnað í för með sér, en það ennþá verið að alltaf samt verið að vinna að því að ná niður yfirvinnukostnaði. Og sem dæmi það, þá hafa verkferlar hvað varðar þegar fólk að tilkynna veikindi og annað slíkt verið endurskoðað. Kostnaður vegna matvæla inn á Höfða tæpum 4 milljónum umfram áætlun, en þar hafa tekjur komið á móti vegna þess að útselts fæði hefur verið aukast frá mötuneytinu. Hreinlætisvörur, þær hafa hækkað 800.000 á þessu tímabili umfram áætlun vegna sóttvarna og hreinlætis, og einnig hafa lyfjakostnaður hækkað. En erfitt að áætla nákvæman lyfjakostnað milli ára, því það fer eftir því hvernig heimilið sett saman af heimilismönnum sem þar sem þar búa. Þannig að síðan ýmis sérfræðivinna vegna eins og kostnaðar vegna tölvu og tölvubúnaðar, viðhald húsnæðis og lóðar sem 6 milljónum undir áætlun, og þannig að þetta skýrir það að afkoma Höfða því 7,5 milljónum krónum lakari afkoma á fyrstu 6 mánuðum ársins heldur en áætlunin gerði ráð fyrir. Í þessu 6 mánaða uppgjöri þá erum við inn í COVID-tímabili, en við erum kannski bara einhvers staðar út í ánni, við vitum ekkert hvernig áhrifin munu verða á endanum, en kannski þetta að gefa okkur ákveðnar vísbendingar það. En ef við horfum til fjárhagsáætlun ársins sem við samþykktum í desember á síðasta ári, þá var gert ráð fyrir að rekstrarafkoma á B-hluta yrði 310 milljónir. En síðan í upphafi COVID og í byrjun COVID þá fór bæjarstjóri mjög vel yfir hlutina og gerði næmnigreiningu sem sýndi það að bjartsýn miðgildisspá og svartsýnisspá að COVID gæti haft veruleg áhrif á stöðu bæjarsjóðs. Þegar litið væri til ýmissa þátta eins og framlag jöfnunarsjóðs, atvinnuleysis og þannig má lengi telja. Hvað varðar þá niðurstöðu sem við erum að horfa á núna í þessu 6 mánaða uppgjöri, að þá það svo að við erum að mér skilst og sýnist á milli nálagt jákvæðri spá. En eins og ég sagði áðan, þá
lítur út fyrir að við verðum nærri bjartsýnisspá þó að ekkert sé gefið í þessum efnum og auðvitað það ekkert fagnaðarefni að vera þar að á þeim stað sem við erum. Við verðum þetta bara að halda áfram að fara varlega. Við erum með óvissu þætti uppi. Það eru blikur, það bara ástand í efnahagslífinu, það atvinnuleysi, það óvissa með áframhald kjarasamninga og það eru lausir kjarasamningar hjá hópum og við vitum heldur ekkert nákvæmlega hvernig COVID mun haga sér næstu misserin. Á síðasta fundi bæjarstjórnar, þegar við ræddum, þá var bæjarstjóri með ræðu, þar sem að fór yfir störf sín og minntist á fyrstu tölur sem hann voru að birtast með 6 mánaða uppgjörinu og það var örlítil umræða hér í bæjarstjórnum það að og kom tillaga frá bæjarfulltrúa það að hvort það gæti verið gáfulegt að setja upp eða var í hugmynd að setja upp einhverja sviðsmyndir í fjárhagsáætlanagerðinni, hvað var það þá stöðu sem við erum í og hvað gæti verið og ég held að það sé bara eitthvað sem við ættum að skoða og taka umræðu að það geti orðið sniðugt að gera. En já, þannig vildi bara allavega fylgja þessum fyrsta lið úr bæjarráði úr hlaði og líka númer 2 sem björgunarfélagið. Og í sumar þá komu Ásgeir og Gísli frá björgunarsveit eða björgunarfélagi Akranes á fund bæjarráðs og voru að kynna fyrir bæjarráði bara svona þessi umfangsmiklu verkefni og skýrslu hjálparliða sem var mjög ítarleg og vel unnin. Þarna var verið að fara yfir umfang verkefna og hlutverk félagsins í almannavörnum og hlutverk þeirra í samstarfi við Akranes kaupstað og þá þjónustu sem að þeir eru að veita. Það var farið yfir það aðstöðu sem björgunarfélagið hefur til afnota og það var farið aðeins yfir það að þau hafa verið með samning við okkur frá 2006 sem var endurnýjuð 2011 og þarna áttu bara bæjarfulltrúar og embættismenn og allir aðilar gott samtal við þá Ásgeir og Gísla og niðurstaða fundarins var að fela bæjarstjóra að eiga frekar samtal við fulltrúa björgunarsveitarinnar og það samtal búið að vera að eiga sér stað núna undanfarið og það alveg verið að drafta upp dröga samning og þetta mun bara vera áfram unnið, eða þetta verður áfram, unnið áfram og þetta eitthvað sem við munum taka með okkur inn í fjárhagsáætlunar vinnuna, en það var niðurstaða þessarar fundar að fela bæjarstjóra áframhaldandi vinnu við gerð samningsins og síðan það kannski bara þarna koma síðan fyrir hvað var að dagskrárliðum 3 og 4, þá eru það annað samstarfssamningu sveitarfélaga, frumkvæðisathugun ráðuneytisins, samgöngu- og sveitarstjórnar ráðuneytisins, það sem í raun og veru að tilkynna sveitarfélögum, tölvupóstur frá ráðuneytinu að það sé búið að fara yfir og skoða í rauninni þá samninga sem eru í gangi milli sveitarfélaga og að tilkynna þeim sveitarfélögum það sem einhver athugasemdir eru þær ef slíkar eru í einhverjum samningum og það komu einhverjar örfáar athugasemdir til okkar hér hjá Akranesi og bæjarráð fól bæjarstjóra frekari úrvinnslu málsins og að fyrir þann 15. nóvember næstkomandi verði búið að fara yfir og lagfæra þær ábendingar sem fram koma og senda til ráðuneytisins. Hvað varðar lið númer 6, þá það markaðsherferð fyrir Akranes og þetta mál sem hafði verið áður inn í bæjarráði og þetta tillaga sem byggir á markaðsherferð fyrir Akranes og það fyrirhugað að fara í það markaðsherferð á næstu mánuðum. En þetta mál sem var á þessum fundi það að í sumar þá fól bæjarráð bæjarstjóra að búa til könnun með byggingaverktak sem yrði lögð fyrir byggingaverktaka hér á Skaganum sem uppbyggingu hér eða hefji uppbyggingu
það hvenær svona tímasetning og hvað tímasetning gæti henta best fyrir það að fara í átak. Og þá var bara farið yfir þau gögn sem lágu þarna frammi fyrir fundinum og bæjarráð fól bæjarstjóra að fylgja málinu eftir og það verður bara áhugavert að sjá hvað kemur út úr þessari könnun. Dagskrárliður 7, það eru höfði, endurbætur á annarri hæð og umsóknir framkvæmdasjóð aldraðra. Og þetta mál sem að bara frekar leiðilegt og snýr að því að það var sótt í framkvæmdasjóð aldraðra styrk til þess að fara í endurbætur á annarri hæð á Höfða og sem sagt frumkostnaðargreining gerði ráð fyrir að kostnaður við þessa framkvæmd væri 160 milljónir króna. Já, það er 159 milljónir og einhverju þúsund og þegar sótt í framkvæmdasjóð aldraðra þá eru sem sagt fær maður úthlutað fyrir því sem að þessi kostnaðargreining byggði á í þessu tilviki og við fengum sem 60 milljónir á móti til að ráðast í þessa framkvæmdir. Þegar ítarlegri kostnaðargreining lá fyrir þá kom fram að kostnaður við þessa framkvæmdi væri 275 milljónir og því talsvert mikla hækkunum að ræða og þegar þetta lá fyrir þá var það þannig að stjórn Höfða í rauninni vísaði erindinu til eigenda, bæði Hvalfjarðarsveitar og Akraneskaupstaðar og þetta fór inn í bæjarráð og það var svona niðurstaðan að bara athuga hvernig svona hugur eigenda væri í þessu máli. Og það var líka niðurstaðan hjá stjórn Höfða að leita upplýsinga frá framkvæmdasjóði aldraðra hvort við gætum fengið styrk fyrir mismuninum á þessu, væri hægt að hefja verkefnið og byrja og fá styrk sem væri þá, ef það væri í sama hlutfalli, þá væri það 43 milljónir til að á móti þeim umfram kostnaði sem að lá fyrir, eða liggur fyrir. Það hefur komið svör frá framkvæmdasjóðunum og það það að við getum ekki fengið styrk fyrir þeim mismun sem á þessum kostnaði en hins vegar hægt að skila styrknum og fresta framkvæmdum og sækjum að nýju en það nú auðvitað þannig að það ekkert gefið í því ef að við sækjum að nýju en þetta líka bara umræða sem við þurfum hér í okkar vinnu sem framöndan í forgangsröðum hvað varðar forgangsröðum fjármuna í fjárhagsáætlanagerð að ræða og taka afstöðu til og já þannig að þetta svona mál í ferli þar sem við þurfum að skoða gögnin og ræða okkur niður á niðurstöðu og við sjáum hvernig það verður en það ekki fleiri fundargerðum bæjarráð sem ég ætlaði að fylgja eftir í bili. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust með fundargerð bæjarráðs. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða ef einhverjir eru á línunni 95,0. Við erum að ræða hér fundargerð bæjarráðs. Mánaðar- og áslitauppgjör. Það virkilega ánægjulegt að sjá að þetta kemur ágætlega út fyrir þrátt fyrir þá erfiðu tíma sem við erum að eiga við í dag. En það vekur mann þá jafnframt til umhugsunar hvaða stöðu sveitarfélagið okkar í miðað við svo mörg önnur sveitarfélög á Íslandi.
Það að útsvarstekjur hafi ekki dregist saman virkilega ánægjulegt. Gefur okkur líka vísbendinga það sem við vitum svo sem að við erum ekkert í vandræðum með þau fyrirtæki eins og þau eru ekki mörg fyrirtækin sem eru til dæmis í ferðaþjónustu hér sem þjást allt land í dag. Víki Mýrdal og svo fleiri sem eru með einsleita starfsemi. Maður velti líka fyrir sér hlutfalli atvinnulausra. Hvort að við búum vel við það að það sé ekki hátt atvinnuleysi hér miðað við stöðu annarra sveitarfélaga. Og ég held að ef einhver COVID áhrif eiga eftir að koma fram í okkar sveitarfélagi þá eru þau ekki í þessu 6 mánaða uppgjöri. Ég held að það sé þá kannski meira sem kemur í ljós á 9 mánaða uppgjörinu. Mögulega einhverjir sem fengu uppsögn, við höfum verið að vinna uppsagnarfrest, maður veit ekki. Einhverjir sem fengu kannski sumarstörf sem að missa þau í lok sumars. Framkvæmdir Akraneskaustar kannski ekki mikið komið fram í þessu uppgjöri. Mögulega þær flýti framkvæmdir sem við fórum í og ætlum að fara í og það sem við áætlum svo sem líka á fjárhagsáætlun. Þannig að ég bíð frekar þá spennt eftir í rauninni 9 mánaða uppgjörinu og sjá þá hvort að þessar vangaveltur mínar komi til með að líta dagsins ljós í því uppgjöri. En annars þá var þetta bara ánægjulegt að sjá. Þó svo að neikvæða hliðin á þessu 6 mánaða uppgjöri sé niðurstaða Höfða og maður skildi ætla að flestöll hjúkrunarheimili landsins væru að kljást við sömu verkefni og þjónustutekjur minnka og útgjöld aukast og mér sem reiknast til að þetta sé jafnvel einhver 12 milljóna króna sveifla og maður spyr sig hvort að hún sé þá orðin varanleg eða komið til með að aukast út árið. Það verður líka fróðlegt að sjá í 9 mánaða uppgjörinu næst. Það að matvæla kostnaður hækki, lyfjakostnaður hækki, það hlýtur að fara að vekja okkur til umhugsunar þrátt fyrir þessa tíð sem við lifum núna. Við getum kannski ekki alltaf falið okkur bak við COVID. Að þá vona ég það svo heitt og innilega að þessi úttekt endurskoðanda Akraneskaustar sem að ég heyri eigi að koma til okkar inn á borð í lok september, að það verði eitthvað sem varpar ljósið á hvað við getum gert betur, vísan í kannski annað rekstrarform, það getur vel verið að það sé ekkert endilega betra. En þá velti ég líka fyrir mér í rauninni þeirri stöðu sem hjúkrunarheimili land allt að kljást við, að ríkið virðist oft þrýsta þeim upp við vegg í samningum sem erfitt, en þá hafa líka sveitarfélög kosið það, líkt og Akureyri og fleiri sveitarfélög, að skila málaflokk. Þetta ekki lögum samkvæmt okkar að sinna. Þess vegna brýni ég okkur til dáða að hér í lok september ef gögnin verða komin frá endurskoðanda bæjarins að taka þau gögn og rýna þau og jafnframt skoða 3. sviðsmyndina. Að það getur vel verið að þetta sé hagkvæmt að fara Akureyrarleiðina og Garðabæjarleiðina
og fleiri sveitarfélög sem að fylgja þar á eftir. Varðandi 7. liðinn og snýr enn að höfða að þetta bara pínu sorgleg niðurstaða og auðvitað eigum við eftir að taka ákvörðun þetta en mér finnst hún líklegt að það verði nú ekki jákvætt að fara þá leið sem að við ætluðum okkur að áætlun sé svo langt fram úr því sem að lagt var af stað með bara eiginlega varla forsvaranlegt þó að maður vilji líta svo á að þetta verkefni sé ofarlega í forgangsröðuninni hjá okkur í pólitíkinni. En þá kemur bara af þeim þætti sem að eru okkur pólitíkusum alltaf hugleikinn að þá þurfum við að fara forgangsröða verkefnum ef við kjósum að fara þessa leið. Og þá bara annað að bíða að því að þetta getur væntanlega ekki komið sem hrein viðbót við þá fjárhagsáætlun og þau verkefni sem að lagt var af stað með sem að voru og eru söguleg í sögu okkar bókhaldi í bænum. Þannig að sorglegt en býr en við þá eftir svo sem að taka ákvörðun þetta og það verður bara fróðlegt að sjá í rauninni hvaða lendingu við tökum þar. Hvort að við skilum þá styrknum eða forgangsröðum verkefnum á annan hátt. Takk. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem á Hlíða. Mig langaði bara að koma hér upp og taka undir orð bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur það að það verður forvitnilegt að sjá hvað 9 mánaða uppgjörið mun fela í sér. Það rétt sem kemur fram í ræðunnar að við í rauninni erum með lægra hlutfall atvinnulausra hér á Akranesi hvað varðar samsetningu þeirra atvinnugreina sem hér eru, heldur kannski sveitarfélög eins og eitt sveitarfélag sem ég ólst upp í, Höfn í Hornafirði, sem að ferðaþjónustan mikil eða var. En hér atvinnuleysi nú 5,6%. Og það eru, eins og ég sagði líka í ræðu minni áðan, það eru nokkrir óvissuþættir frammi sem eru bara áframhaldandi áhrif COVID og hvaða áhrif það mun hafa til lengri tíma. En ég held að 9 mánaða uppgjörið geti gefið okkur sterka vísbendingu það hvernig og hvar við stöndum og þá verðum við líka komin á fleygiferð inn í fjárhagsáætlunar vinnuna og höfum það til hliðsjónar. Bæjarfulltrúinn fór jafnframt aðeins yfir stöðu hjúkrunarheimilanna og ég segi alveg fyrir mitt leyti að það mér áhyggjuefni sá rekstrargrundvöllur sem að heimili sem starfa undir samtökum fyrirtæki velferðarþjónustu búa við og þeim þröngi rammi sem þeim í rauninni úthlutað í því að reka sig. Ég fagnaði þó að það frétt frá 18. ágúst með loksins verið að hefja þá vegferð að ráðast í greiningar rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila en það var stofnaður starfshópur eða skipaður til að greina rekstrarkostnaði hjúkrunarheimila og skipan þessa hóps í samræmi við samkomulag sem var milli Sjúkratrygginga Íslands, Sambandsins og Samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu og þetta hluti af því ef ég skil málið rétt að í fjárlögum síðasta árs var meðal annars kveðið á það í nefndaráliti að það þyrfti að greina stöðu hjúkrunarheimila
og þar kom jafnframt fram, ef ég að fara alveg sem minnir að hafi staðið nákvæmlega þannig, að ef ekkert yrði að gert í rauninni stöðu hjúkrunarheimila, þá væru þau að skila verri rekstrarniðurstöðu á næstu árum. Og í rauninni kom fram í gögnum hjá fjárlaganefnd að það væru fleiri og fleiri hjúkrunarheimili sem væru að lenda neikvæðu megin með núlli í sínum rekstrarniðurstöðu ef ekkert yrði að gert. Þannig að allavega greiningarvinna farin fram hvað þetta varðar og eins og kom fram hér í ræðu líka bæjarfulltrúa, þá líka einnig verið að greina og búa til sviðsmyndir af því hvernig og svara spurningum það hvernig önnur rekstrarform höfða gætu litið út og þetta verður bara allt gögn sem við verðum með í höndunum og getum þá tekið upplýsta ákvörðun hvert við viljum fara
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar búið að kveikja á mér aftur. Við erum að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Ég velti fyrir mér áhrif kjarasamninga á starfsemi leikskóla. Það er fyrsti fundarliður í fundargerð 139 og velti fyrir mig hvort að það hafi komið gögn inn á þennan fund sem að ég gat ekki séð varðandi útreikninga, hvort að það hafi ekki orðið eða hvort að skóla- og frístundasvið í samvinnu við stjórnsýslu og fjármálasvið, hvort að það sé búið að fara í þessa útreikninga á þennan auka kostnað sem að hlýst af þessum samningum. Ég satt stjórnarfund sambandsins nú fyrir nokkur dögum síðan og þetta voru miklar umræður og mörg sveitarfélög búin að reikna þetta og fyrir meðalstórt sveitarfélag er verið að tala að þessi samningar geta kostað 3 til 5 auka stöðugildi. Stytting vinnuvikunar, undirbúningstími í nýjum kjarasamningum, leikskólakennara, aukin orlofsréttindi. Þetta eru allt eitthvað sem að kemur gríðarlega mikið við bæjarsjóð og ná allt annað. Og ég er ekki að segja það að ég vil ekki semja við leikskólakennara eða þessa stétt sem að umræðir. Heldur er ágætt að þegar við förum í fjárhagsáætlunarvinnuna sem að er nú framundan, að vera kannski búin að skoða þetta til hlítar hvað þetta muni snerta bæjarsjóð. Og svona miðað við það sem ég heyri og ég get borið mig saman að þá er þetta ekkert ótrúlegt að þetta nemi einhverjum 3 stöðugildum. En það á nú eftir að koma í ljós og þá fer enn og aftur að aukast laun og launatengt gjöld í ársreikningum Akraneskaupstaðar. Þannig að ég vil svona fá kannski að heyra ofan í formanni skóla- og frístundaráðs með þetta, hvar þessi vinna er stödd og hvort að þessi vinna sé hafin kannski og hvort að umræður þetta hafi átt sér stað samhliða þessu. Fundarlið. Einnig langar mig að forvitnast menntastefnuna sem er 5. liður. Menntastefna endurnýjun, framhaldsumræður næstu skrefarandi vinnu við nýja menntastefnu Akraneskaupstaðar. Mér langar svona að forvitnast hver tímalínan er í þessu verkefni. Hefur einhver vinna átt sér stað frá því þetta var rætt síðast eða var þetta sett á COVID-ís? Eru málefni og endurskipulagning þorpsins, eru þau inn í þessari vinnu eða er það önnur vinna? Þannig að svona langar aðeins bara að forvitnast þennan lið líka. Fleira var það ekki. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Við erum að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo í svari bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir, þá er þetta einmitt bara mjög góða spurningar sem varða áhrif á bæjarsjóð, nýjir kjarasamningar félags leikskólakennara, en á fundinum fengum við bara kynningu það sem var í gangi. Þessi fjölgun undirbúningstíma, fjölgun styttingu vinnuvikunar og fjölgun sumarleyfisdaga. Og það er bara nákvæmlega þannig að þetta mun hafa mikil áhrif á bæjarsjóð hjá okkur, bara eins og í öðrum bæjarfélögum. En það var einmitt talað að þetta gæti orðið 2 til 3 stöðugildi ef ég man rétt. Varðandi menntastefnuna, það er ekki farið í gang en það er verið að huga undirbúning. Ástæðan fyrir þetta er ekki búið að fara í gang einmitt eins og
var rætt bara COVID-ástandi. Skólarnir eru búin að hafa meira en nóg að gera í að skipuleggja og bregðast við því ástandi sem í gangi hverju sinni. En það liggur til, það liggur fyrir núna að það vera ósk eftir það hefur verið að athuga hvort það séu til peningar í kerfinu sem er hægt að fá ykkur til að halda utan vinnuna. Af því það bendir allt til þess að við þurfum bara að gera ráð fyrir því að hún verða mestu leyti unnin á Teams eða í einhverjum þannig búnaði, fjarfundabúnaði, meðan staðan er eins og hún er. En við erum bara að leggja upp með vonandi verðum tilbúin strax í upphafi næsta árs. Varðandi spurning endurskipulagningu þorpsins og frístundamála, þá það ákvörðun sem við eigum bara eftir að taka í bæjarstjórn, skóla frístundaráði, hvort mennta- og frístundastefnan verði saman eða hvort þetta verði aðskildar stefnur. Þannig að það ekki komið það langt í þeim undirbúningu. Takk. Bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir hefur lokið máli sínu og bæjarstjóri Sævar Freyr óskar eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem bara rétt hér til að upplýsa þann lið sem hér er verið að ræða, númer 1 í fundargerð skóla- og frístundaráðs, fundi númer 139. Og ég ætla nú bara að upplýsa það að það fundur á föstudaginn þar sem að starfsmenn eru einmitt að fara í þetta verkefni sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir hér að kalla eftir. Já, sú vinna kannski ekki beint hafin en það verið að plana vinnuna, þannig að hún verður unnin. Bæjarstjóri Sævar Freyr hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að koma líka upp undir fundargerð númer 139 í skóla- og frístundaráði. Liður 1. Kjarasamningar. Þessi kjarasamningar, eins og við komum fram hérna, munu hafa gífurleg áhrif. Þetta eru 7 auka frídagar þá sem eru í fullu starfi. Auk þess sem undirbúningstímarnir á 6 deilda leikskóla fara úr 86 í 148,5 og 3 deilda leikskóla þá fara undirbúningstímarnir í 110 tíma. Þetta eru engin smá áhrif. Bæði þessi 7 dagar og þeim þurfum við einhvern veginn að mæta. Hvort að það verði fastar lokanir einhvern tíman eða annað, það eitthvað sem við möttum útfæra. En þessi undirbúningstími líka, þetta er rosaleg aukning. Og þetta á við faglæra starfsmenn. Þannig að í bæjarfélögum eins og hér, þar sem við höfum sem betur fyrir mjög hátt menntahlutfall og hátt hlutfall lærðra leikskólakennara, þá þetta bara mjög þungt. Og verður bara held ég svolítið töff fyrir þessa leikskóla að púsla þessu saman. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerðir. Þetta fyrir Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er rétt að kjarasamningar leikskólakennara koma til með að hafa veruleg áhrif annaðhvort á fjárhag bæjarins eða þjónustustig við foreldra. Við verðum í rauninni að taka annarkvort pólinn í hæðina og það voru sem lagðar fram tillögur á fundinum varðandi svona hvaða leiði væri hægt að fara í því að lágmarka áhrifin
á bæjarsjóð og þá í rauninni áhrifin á fjölskyldur. Og ég held í því ljósi að það sé mikilvægt að horfa til þess að við veitum bæði starfsfólki bæjarins og foreldrum val. Ef að við ákveðum að auka við í rauninni þann fjölda frídaga sem að fólk þarf að taka börnin á ári, að það sé þá ákveðin sveigjanleiki í því. Mér finnst mjög mikilvægt að við horfum á það mál þannig, að því að það snýr bæði að í rauninni starfsfólkinu að geta þá í rauninni stýrt því aðeins meira hvenær það tekur sitt frí og eins þá að foreldrar geti stýrt því hvenær þeir taka sitt frí með sínum börnum. Þannig að ég held að, og kannski bara til að árétta að þá kallaði skóla- og frístundaráð á fundi sínum, síðasta fundi sínum sem liggur hér til umræðu eftir útreikningum. Og minn skilningur var sá að þeir útreikningar ættu að liggja fyrir næsta fundi skóla- og frístundaráðs. Þannig að ég vona bara að menn spýti lóðana með það og komi með tölur allavega eins fljótt og hægt er. Ég var að lofa þá verður staðið við það sko. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar bara að koma eins inn upp og ræða þessi samningamál við leikskólakennara. Að bara taka fram inn í umræðina að þessi aukning á sumarfrí kemur til vegna þess að það er bara talið að það að fólk hafi mislangt sumarfrí eftir aldri standist ekki vinnumarkaðs tilskipanir frá ESB. Þetta er hluti sem að ganga yfir allt atvinnulífið. Þetta er ekki bara opinbera markaði vegna þess að það stenst ekki lög að mismunum fólki eftir aldri varðandi svona fríðindi, eða svona hlunnindi. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil taka undir með Söndru að það er mjög mikilvægt að þessar tölur liggi fyrir sem fyrst. Hins vegar er þetta benda á það að við vorum að klára 6 mánaða uppgjör innan fyrir 2 vikum. Töluvert undan mörgum öðrum sveitarfélögum og þessi vinna við útreikninga vegna kjarasamninga er á fullum gangi og eins og kom líka fram á fundinum að þá hafa upplýsingar bara verið mjög vísjandi. Það hafa sambandi hefur verið í sambandi við samninganefndina og það er bara eins og oft er þegar kjarasamningar liggja fyrir þá er túlkunin ekki alveg eins alls staðar en ég hef fulla trú á okkar fólki og þessar tölur liggja fyrir leið og leið þær eru búnar, þær eru klárar. Takk. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hefur lokið máli sínu og næsta málendaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er rétt sem bæjarfulltrúi Kristinn Hallur segir að það má ekki mismuna fólki í orlofsrétti eftir aldri en hins vegar er það ekki þannig að allir á almennum markaði eigi rétt á 30 daga sumarleyfi sko. Það er ekki þannig. Þannig að það er mikill orlofsréttur foreldra eftir hvort þeir eru undir opinberum kjarasamningum eða almennum kjarasamningum eða semja fyrir sig sjálfir.
Þannig að það er ljóst að það eiga ekki allir nákvæmlega sama orlofsrétt. En kannski að því að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson var að tala skil á 6 mánaða uppgjöri, að þá kannski myndi ég vilja brýna stjórnsýslu og fjármálasvið og bæjarstjóra til að skila 9 mánaða uppgjöri bara eins fljótt og hægt þar sem að í rauninni það er mjög mikilvægt fyrir okkur inn í haustið að fyrir ákvarðanatöku að þessar tölur liggi fyrir sem fyrst. Og mér finnst ekki með tímalegt að ræða tölur 2 mánuðum eftir að tímabilið er runnið út, en ég ger mér grein fyrir að það eru auðvitað sumarfrí og annað sem hafa auðvitað áhrif á skil á 6 mánaða uppgjöri og það getur svo vel verið að við séum á undan öðrum sveitarfélögum, en ég brýni bara menn til dáða þarna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Bara þakka Söndru fyrir að koma og brýna aðeins þetta mál til þess að valda ekki misskilningi. Þá er það þannig að þeir sem eiga vissulega ekki allir á vinnumarkaði 30 daga orlofsrétt, en það er hins vegar þannig að þeir sem heyra undir sömu samninga eiga sama rétt, óháð aldri. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er bæjarstjóri Saga Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti og aðrir sem á hlýða, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langaði nú bara að fagna þessari góðu brýningu frá bæjarfulltrúi Söndru Margréti. En í leiðinni langaði mér nú að upplýsa að við höfum nú þegar náð að flýta töluvert vinnu okkar við uppgjörsmálinu hjá okkur. Við erum líklega búin að ná að flýta því 3 vikur með að við hvernig það var fyrir einum 2 árum síðan. Og staðan er núna að við erum að klára þetta 6 mánaða uppgjör 20 dögum þegar liðið á mánuðin sem eftir að 6 mánuðin eru liðnir. Ég kem nú úr einkageiranum eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét áður en að ég kom í þetta starf. Þar var maður vanur því að uppgjör lægi fyrir það bil 20 dögum eftir að mánuði leið, mánuði fyrr en við erum þó komin á þann stað í dag. Þannig að ég skil mjög vel brýninguna sem kemur frá bæjarfulltrúa Söndru Margréti. Þetta eru kröfur nútímans, en í leiðinni vil ég þakka starfsfólki bæjarins sem er búið að ná að flýta ferlinu frá því sem næst var, eða það sem var áður. En nýta brýninguna til þess að hvetja okkur til dáða og fara í gegnum það hvernig við getum verið að slípa til okkar ferla til að komast nær því sem eru kröfur á minnstakosti úr því umhverfi sem ég er vanur, sem er það bil 20 dögum eftir að uppgjörstímabilinu lýkur. Það held ég að sé svona einhvers staðar á bilinu 25 til 27 dagar væri ásættanlegt. Og þangað langar með að stefna, en það er heilmikið sem á eftir að laga í okkar ferlum og vinnum bara til að komast þangað. Þannig að ég sé með allt upp á borðum hvað það varðar. En brýningin er góð og ég vil taka áskorunni þó að það taki einhver tíma að komast þangað. Ég glemdi einu og ég verði þetta að fagna því að við erum nokkuð mikið á undan mörgum sveitarfélögum enn sem komið er. Og þá hefur bæjarstjóri Saga Freyr lokið máli sínu. Fyrir fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla og frístundaráðs. Svo er ekki og það eru við þar með laga fram til kynningar fundargerðir 138 og 139.
9. fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.003 til fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2020 og lögð fram fundargerð nr. 134 frá 2. september síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Það bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langar aðeins að ræða hérna bara lið 1 eða vekja athygli á honum, skammtímadvöl. Í ráðinu fengum hérna svona smá kynningu á og samanburði raun og veru á hvernig önnur sveitarfélög, stór og smá, reka skammtímadvöl fyrir fötluð börn og ungmenni. Það var mjög athyglisverð kynning og við í ráðinu ákváðum að taka þetta mál aðeins áfram og í vinnslu. Ég ætlaði bara að upplýsa bæjarfulltrúa það og vekja athygli á þessu og já, vona að aðrir bæjarfulltrúar taki vel í þetta. Takk. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu. Þeir eru fleiri sem óska eftir að fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs. Svo er ekki og ég ætla að fara með lögð fram til kynningar. 10. fundarliður hefur málsnúmer 20.01.007. Þetta er fundargerðir Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis á árinu 2020 og lögð fram 111. fundargerð stjórnar Höfða frá 29. júní 2020 og orðið laust þessa fundargerð stjórnar Höfða. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er bara að velta fyrir mér einu varðandi fundargerðina því að mér finnst ekki alveg ganga upp liður nr. 4 í fundargerðinni og liður nr. 5 í fundargerðinni. Og ég er að velta því fyrir mér þá hvort að liður 5 hafi trompað liður 4 og við ætlum ekki að sækja tímabundna breytingu á dvalarheimilum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Hvað varðar fyrirspurn bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar, þá er dagskrárliður nr. 4. Jú, það var þetta er sem tillaga frá framkvæmdastjóra ósk eftir heimild stjórnar til að sækja tímabundna heimild til heilbrigðisráðuneytisins að breyta þessum 6 dvalarrýmum í 3 hjúkrunarrými á framkvæmdatímanum. Og stjórnin samþykkti þessa tillögu en hvað varðar og þá var óskað eftir því við ráðuneytið, hins vegar ekki komið svar á móti. Þetta sneri að því ef að farið yrði í framkvæmdirnar á annarri hæð að búa til rými til þess að flytja fólk á milli á framkvæmdatímanum. En nr. 5 það varðar þetta er aðskilin mál og sem snýr að framkvæmdum utanhús. En þetta er ekki máli sem við ræddum áðan framkvæmdum á annarri hæð, heldur snýr þetta veggklæðningum utanfrá og það var sem sagt sótt í framkvæmdasjóð aldraðra fyrir þessum framkvæmdum en við fengum synjun fyrir þessari úthlutun. Þannig að þetta er bara 2 aðskilin mál og hafa ekki áhrif á hvort annað. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjörðu svo vel. Herra forseti, ég vil þakka bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir fyrir þessar skýringar
og það ljóst að hafa ekki allir verið vakandi á þessum fundi með þær upplýsingar sem ég hafi. Nú varðandi lið númer 4, þá vil ég nú brýna stjórn Höfða til þess að reyna eftir fremsta megni að sækja þessa breytingu, þó að við séum að falla frá mögulega því að fara í þessa framkvæmdir. Því að eins og hefur margsinnis komið fram, þá skiptir okkur miklu máli að við fáum eins mikla tekjur og mögulegt og það allavega ljóst að við fáum mun meiri tekjur út úr hjúkrunarrýmunum því að við erum hvort eða alltaf með mjög veikt fólk í dvalarrýmunum. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og til máls tekur bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á Hlíða. Ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssoni fyrir brýninguna. Þetta mál alveg til umfjöllunar oft inn í stjórn Höfða, hvað við viljum sem eigendur gera, hvað varðar dvalarrýmin og hjúkrunarrýmin. Og þetta eina af þeim stóru pólitísku umræðum sem við þurfum að taka hér sem eigendur. En það vissulega rétt sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson bendir á, að ef að við værum eingöngu með hjúkrunarrými á Höfða, þá væri það meira að endurspegla raunverulega kostnað við rekstur heimilisins heldur en það að hafa dvalarrými þar sem við fáum eingöngu hluta til greiddan fyrir hvert rými og sem hefur þannig á bein áhrif að rekstra niður stöðuna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð stjórnar Höfða. Svo ekki. Það þar með 111. fundargerð stjórnar Höfða lögð fram. 11. fundarliður hefur málsnúmeri 20.01.008 til fundargerðir stjórnar SSV á árinu 2020 og lagðar eru fram 2 fundargerðir, númer 154 frá 27. maí síðastliðnum og númer 155 frá 27. ágúst síðastliðnum. Orðið laust þessar 2 fundargerðir stjórnar SSV. Það bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef sérstakan áhuga á þessum fundargerðum af því þar rætt sameiningar sveitarfélaga. Og mig langar til að forvitnast hjá fulltrúum okkar í stjórninni hvernig afstaðan til þessa fundar eða svo sem kannski almennt til umræðunar sameiningar sveitarfélaga. Því að nú búið að fresta þessum fundi að minnsta kosti í tvígang. Við séum það ekki komin dagsetning á hann en það stefnt að halda ráðstefnuna í nóvember ef aðstæður leyfa. En í sömu fundargerðir hins vegar boðaði maður rétt að það verði haustþingi farið fram í Dalabyggð föstudaginn 16. október og ég held að við ættum alveg að hafa þá rými ef við getum haldið eða haustþingi þá ættum við nú að geta haft rými fyrir að halda eins og eina ráðstefnu sameiningar þó að COVID sé þetta hundleiðilegt. Ég vil líka spyrja kannski fulltrúana að því hér kemur fram í fundargerð 155 stöðu landshlutasamtaka sveitarfélaga. Hvort að eitthvað hafi verið rætt það að mögulega muni þau víkja, sérstaklega að verða stórfelldar sameiningar hjá sveitarfélögum og þá hafi landshlutasamtökin í rauninni kannski minna hlutverk en áður og kannski séu óþörf. Einnig langar mig til að forvitnast varðandi samgönguáætlun Vesturlands sem að er í rauninni eins og við munum öll ákaflega góð áætlun fyrir ef að segja að við náum að sameina okkar krafta til þess að ná fram þrýstingi á þau verkefni sem við viljum setja í forgang. Þannig að það skiptir okkur dálítið miklu máli í fyrsta lagi hver stýrir þessu og síðan hverjir veljast í þennan hóp og þá verður gaman að heyra frá okkar fulltrúum hvort að einhver séu svona heitir.
Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og við erum að ræða fundargerðir stjórnar SSV og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða, þar sem ég annar fulltrúin í stjórn Samtaka sveitarfélaga Vesturlandi. Þá ætla ég svona aðeins að reyna að svara félaga mínum bæjarfulltrúnum Ólafi Adolfsssyni og ef að ég skila þessu ekki rétt frá mér eða vantar eitthvað upp á þá kannski kemur bæjarfulltrúin Bára Dagadóttir sem líka í stjórninni og klárar það sem ég fer ekki yfir eða missa af. Hvað varðar haustþingi, það náttúrulega er svona fastuliður hjá okkur og mun verða haldið í Búðardal að þessu sinni og við vorum að ræða dagsetninguna þá á ráðstefnu sameiningu sveitarfélaga sem við höfum verið að reyna að koma á. Það er mikill áhugi fyrir þessari ráðstefnu meðal allra sem við höfum allavega fregnir af. Það er náttúrulega mismunandi umræðan í stjórninni. Það er ekkert launungamál að það eru aðilar í samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, sveitarfélag sem í sjálfu sér hafa kannski ekki mikinn áhuga á því að það verði sameining. En ég held að sé allir tilbúnir að setjast niður og ræða málin og hvað var það tímasetninguna á því, þá var það kannski aðeins erfiðara heldur en með haustþingi því að það er ákveðnir gestir sem við þurfum og höfum ætlað að boða til ráðstefnunar og það þarf að falla saman sem sagt að þeir komist pluss að það eru hinn ýmsu dagskrárliðir hjá samtökum sveitarfélaga allt land á þessum tíma og það er áhugi fyrir því hjá öðrum samtökum að koma á þessa ráðstefnu. Þannig að man nú ekki alveg hvort það var komin einhver dagsetning en það var október sem við vorum að tala og nóvember, haustþingi í október. Hvað varðar samgönguáætlunina, þá er þarna að ræða endurskoðun á þeirri samgönguáætlun sem var gerð á síðasta kjörtímabili og það var stungið upp á tveimur aðilum sem formönnum sem formaður þessa hóps sem á að tilnefna og það var svo inn í þessu sem sagt sveitarfélögin að skipa ákveðna marga einstaklinga og inn í þessum drögum er það að Hvalfjarðarsveit og Akraneskaupstaður tilnefni sameiginlegan fulltrúa. En segi það kannski í spurningin hver verður formaður eða tilbúin að leiða hópinn, ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, en það átti að leita til þessara tveggja einstaklinga sem voru tilnefndir. En annar er búsettur á Akranesi, ég get allavega sagt það. Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi kom hérna inn á staða landshlutasamtakana, landshlutasamtaka sveitarfélaga með skýrslu sem ráðherra
vinnuhópur sem ráðherra skipaði og þar sem var verið að ræða hlutverk á landshluta samtakana og þetta svona hugleiðingar og umræða var það hvernig mönnum litist á ef að þetta í rauninni sett inn í lög þá erum við komið með þarna nýtt stjórnsýslustig og ég held að ég hafi nú svona skynjað það kannski ekki mikill áhugi fyrir því, allavega í þeirri umræðu sem var þarna hjá okkur. En já, ég held að það sé ekki meira sem ég punktaði hérna niður. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir stjórnar SSV. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér er bæði ljúft og skylt að koma hér upp undir þessum fundargerðum Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og ræða fundarlið nr. 6, þar sem að staða landshluta samtaka sveitarfélaga, þar sem ég sit í þessum hópi og var skipuð sem fulltrúi landshluta samtaka á Íslandi í þennan hóp og þetta búið að vera að mínu mati frekar erfið og löng meðganga. Eins og við vitum eru landshlutasamtökin engin eins. Við erum yfirbyggingin gríðarlega mismunandi. Sumir eru að telja að úthýsa, meðan sumir eru að gera meira og minna allt sjálfir með þeim stöðugildum sem því fylgir. SSV til dæmis sérstakt fyrir þess sakir að við erum að vinna, eða SSV að vinna mörg gögn fyrir önnur sveitarfélög, til að mynda þau vinna sem að Vífill Karlsson hefur verið að sinna og þar lendi fáum við svolítið samanburðargögn á milli landshluta í ýmsum málum sem virkilega jákvætt. Í þessari skýrslu sem að fer væntanlega lítið dagsins ljós hvað á hverju, þá verið að birta ákveðnar sviðsmyndir, hvernig við gætum mögulega séð þetta í framtíðinu og hvað í rauninni stendur í vegi fyrir því að landshlutasamtökin geta eflst. Og það ýmislegt sem kemur að og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson nefndi það hér áðan að sveitarfélög sameinast, við getum horft á Austurlandi, þar sem að sveitarfélögin örfá, þurfa þau að vera með landshlutasamtök. Ég ekkert viss. Ýmislegt svona, en það Einar Brandsson nefnir hér áðan varðandi lög og þetta sé þá komið eitthvað þriðja stjórnsýslustigið. Við í þessum starfshópi erum nú ekki sammála því að það þurfi nú að fara alla þá leið, að fara í eitthvað þriðja stjórnsýslustig. Ég held að vilji það enginn á Íslandi. En landshlutasamtök, ef að þau eiga að vera til staðar, þá þurfi þau eitthvað lagabóstaf í einhverjum lögum. Við vitum alveg hvernig ríki hefur verið að vinna upp á síðkastið eða síðsliðin ár, að þau eru ekkert að kannski kjörnir fulltrúar á þingi ekkert mikið að fara að tala við öll sveitarfélög. Ef að fjárlaganefnd eða einhverja nefndir, þá voru oft farið þá leið að tala við landshlutasamtökin. Og landshlutasamtökin eiga að vera talsmenn allra sveitarfélagana. Og svo óeining innan landshlutans og þá erfitt fyrir landshlutasamtökin að vera einhver ein heild fyrir landslutan. Og þetta hefur verið svolítið erfitt að því að við getum horft á til dæmis hvernig hefur farið með almenningssamgöngur.
það er verkefni sem að landshlutasamtökin tóku að sér. Og var þeim bara gríðarlega erfitt og því var þá bara skilað. Við getum hort á fleiri svona verkefni. Það eru sóknaráætlunar sjóðurinn og verkefnin. Þarna eru verið að útdeila fjármunum frá ríkinu og landshlutasamtökin eiga að framkvæma skiptinguna. Og við vitum það að landshlutasamtök samkvæmt lögunum í dag eru þau bara flott og duglegt ungmennafélag. Og það geta bara allir verið og tekið þátt í því ef þeir vilja, en þeir geta líka kosið að vera utan landshlutasamtaka og það hefur gerst. Og við höfum alveg rætt það á síðasta kjörtímabili, hvað myndi gerast ef að við myndum hætta í SSV? Við erum að borga langmest þar inn. Og margir spyrja sig sem er á móti þessari samvinnu, hvað erum við að fá í staðinn? Þannig að ég get alveg glatt ykkur með því að þessi skýrsla fer nú að líta dagsins ljós, en þetta eru svo sem engin geimvísindi, svo ég kannski slá á eitthvað væntingar. En þetta dregur allavega fram bæði stöðuna í dag og þá ólíku stöðu sem að sveitarfélögin eða landshlutasamtökin búa við. Og þá hvaða sviðsmyndir eru færar til framþróunar og þá hvað við þurfum að gera til þess að efla þá þessi landshlutasamtök. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu. Það eru fleiri sem óska eftir að fundargerðir stjórnar SSV. Svo er ekki og þar með eru þessar tvær fundargerðir lagðar fram. 12. fundarliður, málsnúmeri 20.05.282. Þetta eru fundargerðir stjórnar Sorpurðunar Vesturlands árinu 2020 og lögðu fram fundargerð frá 12. ágúst síðastliðnum. Orðið er laust þessa fundargerð. Það er bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar aðeins að fara ofan í þessa fundargerð Sorpurðunar Vesturlands, þar sem að hefur nú sitthvað gengið á þar, sem á kannski uppruna sinn í bókun Byggðarás stöðu Sorpurðunar Vesturlands og skort á framtíðarsýn og að það þurfi að eigendur verði að átta sig á í rauninni bágri stöðu og þá hvert skal stefna í þessu. Og þetta er nú bara ágætis fundargerð og fín lesning fyrir þá sem að vilja setja sig inn í þessi mál. En þarna var samþykkt að búa til hluthafafundar mánudaginn 7. september sem var nú í gær. Og formanni og framkvæmdastjóra falið að undirbúa fundinn. Þessi fundur var 12. ágúst og að mig minnir að við höfum fengið nú þetta mjög fljótlega frá bæjarstjóra Sáru Frey Þránssyni til okkar sem að sitjum í bæjarstjórn. Og ég er nú búin að bíða langið eftir því að þetta mál sé tekið upp í bæjarráði. En það hefur nú ekki orðið á og það fékk ég nú símhringingu og skilaboð frá forseta bæjarstjórnar í gær 3 tímum fyrir fund þar sem var að leggja upp það hvernig við Akraneskaupstaður ætluðum að nálgast þennan hluthafafund eigenda. Og mér finnst þetta náttúrulega virkilega bara óásættanleg vinnubrögð
að taka ekki samtalið og í rauninni sýna kannski samstöðu því hvernig ætlum við að gera þetta. Við erum með starfshóp í gangi sem að vinna að sorpmálum og að skoða hinar þessar lausnir og þannig að ég held nú kannski að værum eitthvað svona meira með puttan á púlsinum í þessu og ég segi aftur bara svegt yfir því að menn skul ekki hafa samband enn og aftur og spyrja hvort að þá allavega minnihlutinn hafi þá eitthvað skoðun á málinu. Af því ég alveg viss það að hún og mér fannst erfitt og ég sagði það við forseta í gær, mér fannst erfitt að vera að taka ákvörðun svona mál, að senda bæjarstjórann á fund eigenda og vera ekki búin að taka samtalið. Mér finnst það bara algjörlega ótækt og það ætla jafnvel bæjarstjóra bara að akta sem pólitíkus kannski inn á þessum fundi. Það sem að ekkert var farið að taka neina afstöðu til þess að hér, hvað við ætlum að gera. Mér skilst að uppleggið á fundinum hafi svo sem verið það að fara í einhvers konar stefnumótuna til 15 ára eða slíkt og horfa eitthvað fram á við og þar leiðandi mæta bókun byggðarráðs í Borgarfirðinum. En ég sagði þá jafnframt að ég gæti alveg stutt þessa tillögu en ég væri kannski ekki endilega samt sammála því að þetta veri lausn okkar skagamanna næstu 15 árin. Og þessa umræðu þurfum við náttúrulega að fara að taka samhliða þá þessum niðurstöðum eða tillögum þessa hóps sorpmáli. Og til svo upplýsa það þá tók forseti þessum kvörtunum mínum vel og sagði að þetta væri alveg rétt. Þá hvet ég okkur bara enn og aftur að reyna að virka þetta samtal. Kostar lítið, taka upp símann eða eigum við að ræða þetta næsta bæjarráðsfundi, eitthvað slíkt, ekki kortið fyrir fund, það þykir mér alltaf óþægilegt. Takk. Fulltrúi Rakel Óskarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust fundargerð stjórnar sorpurðunar. Það bæjarstjóri Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Já, mér langaði nú bara að upplýsa því ég fékk þetta veganesti inn á fundin í gær og ég bar upp í rauninni þá tillögu að stefnumörkun yrði stefnumörkun og stjórn félagsins yrði falið að vinna að stefnumörkun og hún yrði útfærð með þeim hætti að þarfagreining yrði unnin í samstarfi við öll sveitarfélögin á Vesturlandi og þegar að hún myndi liggja fyrir af hálfu stjórnar og þá yrði hún borin að nýju fyrir hluthafafund hjá sorpurðum Vesturlands og það má nú eiginlega segja af því að hann nú verið og mjög sýnilegt að það búið að vera nú svo töluverður víbringur í þessum málum bæði í blöðum og umræðu og eftir því tekið að ekki ríkir full samstaða þetta mál og þar ég að vísa til þess að þeir sem eru nágrannar Fíflhols hafa verið að láta að kalla eftir henni miklu mun skýrari viðbrögðum við sínum áhyggjum að því hvað á þessu svæði. Ásamt því að Borgarbyggð hefur verið að álykta þetta og það hefur skapað töluverða óvissu. En á móti kemur og þá hefur formaður stjórnar sömuleiðis verið að kalla eftir skýrri stefnu frá eigendum hvað þetta mál og það svona til að gera langa sögu stutta þá var sú tillaga sem að þá Akranes komið inn á þennan fund hún fékk mjög góðan hljómgrunn og var samþykkt með smávægilegum breytingum. Breytingin sem var gerð var
að 15 árunum var breytt í 12 ár og ástæðan eða 12 ár eða lengur. Ástæðan fyrir 12 ára tölunni að það rauninni tímarammin sem að lögin segja til að þurfi að lágmarki að vera að horfa til núna þegar við erum að klára stefnu í þessum málum. En fólk hafði auðvitað áhuga á því að sjá lengra fram í tíman og það getur vel verið að stjórnin vinni aðeins með þá lengri tímasýn. Sjálfum bara sem fagaðila og ég ætla nú bara fagna því að í öðru starfi sem að ég vinn svona samhliða þessu sem formaður stjórnar rekstofu bankana, þá vorum við að hljóta góða viðurkenningu fyrir góða stjórnarætti og Sorpurinn Vesturlands HF. Þannig að við þurfum að vinna þetta út frá góðum stjórnarháttum og þess vegna var mikilvægt að tillagan væri í rauninni unnin út frá því sem að hafði verið gagnrýni eins fulltrúa Akraness í stjórninni að bókun Borgarbyggða hafði skapað ákveðna óvissu fyrir stjórnina varðandi hvernig stefnu ætti að vinna stefnumálum til framtíðar. Þannig að hér verið að færa valdið á stefnumörkun til þessa félag sem HF og tryggt að þessi unni þannig en þannig að þarfagreiningin verði unnin hjá hverju einu sveitarfélagi. Þannig að ég bara koma hérna upp til að útskýra hvað felst í ákvörðuninni og það mun kalla á það að við séum með mjög skýra sýn á það hvernig við viljum að sorpurðin verði til framtíðar í okkar bæjarfélagi. Þannig að ég bara vekja athygli á því af því að það verður okkar verkefni þá að mæta þessum ráðgjafa sem að væntanlega stjórnin mun fá til liðs við sig að vinna þessa vinnu. Þessi fundagerð kemur væntanlega hingað inn frá þessum hluthafafundi inn á bæjarstjórnarfundi gerir ég ráð fyrir næst og þá getum við kannski tekið umræðum hvernig við viljum halda okkar svona áherslum gagnvart þessari vinnu. Takk fyrir. Aðstjóri Sigurbjörn Þráinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðstjórn og Sorpurinn Vesturlands? Svo ekki og hún þar með lögð fram. Undir 13. lið fundargerð Orkuveitu Reykjavíkur ætla ég að óska eftir að fá að víkja úr sæti og óska eftir að varaforseti taki hér við fundarstjórn. Já, við hér ræðum fundargerðir Orkuveitunnar til 13. liður og það fundargerð 292 frá 22. júní. Orðið laust. Það bæjarfulltrúinn Valgarður Líndal Jónsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, þá getur bæjarfulltrúar. Ég ætla hér aðeins að tæpa á einum lið sem er fyrsti liður í þessari fundargerð en þarna samþykkti stjórn að útreikningi á veltufjárhlutfalli við mat á arðgreiðsluskilyrðum verði breytt þannig að skammtímahluti innbyggðrar afleiðu verði undanskilinn. Og nú ég ekki viðskiptafræðingur og þurfti svolítið að hafa fyrir því að koma mér inn í þetta. Held ég hafi fattað þetta bara nokkuð vel og þess vegna langaði mig til að reyna að útskýra það líka og hvort ég hafi fattað það vel að ég get útskýrt þetta. En
sem samkvæmt arðgreiðslustefnu Orkuveitunnar þá markmiðið að viðhalda veltufjárhlutfalli yfir 1,0. Þannig að OR eigi nægt veltufé til að inna af hendi nauðsynlega greiðslur næstu 12 mánuði. Og yfirleitt veltufjárhlutfall reiknað þannig út að það deilt, í skammtíma veltufjármunni deilt með skammtíma skuldum. Þarna hefur verið tekið tillit til skammtíma hluta innbyggðrar afleiðu sem útreiknuð stærð sem byggir á mismun á álverðsþróun á uppgjörsdegi og á samningsdegi. En þessi útreiknaða stærð hefur ekki sjóðstreymisáhrif. Þannig að þetta innbyggð afleiða inn í útreikningana, hefur ekki raunveruleg áhrif í sjóðstreymi en getur hins vegar haft þau áhrif að ef skammtíma hluti innbyggðrar afleiðu skuld eða of lág, þá getur fjármögnun ársins orðið of há. Þannig að fyrirtækið sjálft fari þá í raun að reikna út að þessi afleiða hafi þau áhrif að fyrirtækið fari að fjármagna sig sjálft og hafi til dæmis þar af leiðandi minni möguleika til arðgreiðslna. Og ef að þróunin á þessu skoðuð síðustu árin, þróun veltufjárhlutfalls með og án skammtímahluta álafleiðu, að þegar sú þróun skoðuð þá hefur OR verið að fjármagna sig of mikið þar sem veltufjárhlutfallið án afleiðu hærra. Og það líka hætt á að OR eigi of lítinn sjóð til fjármögnunar eins og gerðist eftir hrun. Sem dæmi þessi áhrif þessarar útreiknuðu afleiðu að þá gerði haustspá sem unnin var í fyrra ráð fyrir því að álverðstengdar tekjur á árinu 2020 yrðu 6,3 milljarðar króna. Uppfærð spá sem unnin var í kringu 3 mánaða uppgjör á þessu ári gerði ráð fyrir álverðstengdri sölu 5,3 milljarða. Munurinn þarna á milli spáa 935 milljónir sem þyrfti að fjármagna. Skammtímahluti innbyggðu afleiðunnar 31.3. Gerir hins vegar ráð fyrir, hefur þau áhrif að það séu 2,7 milljarðar sem að þurfi að fjármagna. Þannig að ef að skammtímahluti innbyggðu afleiðunnar í kröfunum veltufjárhlutfall því reynt verið að offjármagna skuldbindingar 1,8 milljarða. Og væntar álverðstekjur ársins miðað við álverð 17. júní 2020 5,8 milljarðar og munurinn sem þyrfti að fjármagna aukalega miðað við það sama því 2,3 milljarðar. Þannig að þetta það að hafa þessa breytu inn í útreikningunum ýkir þörf fyrirtækisins til eigin fjármögnunar og leiðir til þess að fyrirtæki fer í raun og veru að offjármagna sjálft sig. Án þess að það sé raunveruleg þörf á því vegna þess að sjóðstreymisáhrifin engin. Vona að þetta hafi svona útskýrt það að hvers vegna stjórn tók þessa ákvörðun þarna á þessum fundi í samræmi við tillögu fjármálastjóra. Takk fyrir. Já, Valgarður Lyngdal Jónsson, fulltrúi, hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja ræða málið. Það bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson, gjör svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil kannski bara byrja að þakka Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir ágætis yfirferð á öllu var þessa afleiðu.
En það var þetta áhugavert að heyra að þarna innanum var þetta möguleiki á auknum arðgreiðslum. Ekki það að ég sé að segja það ráði þessu, en ég hef nú líklegt að það er víkt inn í þetta. Ég hef hins vegar meiri áhuga á seinni hluta fyrsta liðar, heldur en akkurat afleiðinni. Það er þegar að Gísli B. Jónsson og Einar Ólafsson mæta til fundar svo kynna ásamt Ingvari Stefánsssyni álagspróf viðbragðsáætlun varðandi hugsanlegt brotthvarf stórra viðskiptavina. Það er aftur á mínu áhugasviði og ég tengi það lóðbeint við á mögulegar breytingar í stóriðju. Bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Og það er bæjarfulltrúinn Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þessar pælingar hafa komið nú nokkuð sinnum inn á stjórnarfundi og er að segja mögulegar sviðsmyndir út frá sjónarhorni Orkuveitu Reykjavíkur ef stórnotandi á raforkumarkaði félli út og í stuttumáli sagt að þá eru sviðsmyndirnar æði fjölbreyttar og allt frá því að vera þannig að þetta hefði í raun og veru lítil áhrif á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur og yfir í það að mögulega áhrif gætu verið talsverð. Þannig að það sem að ég hef tekið með mér út úr þessum umræðum er það að það sé bara einfaldlega svolítið erfitt að segja til það. Hvaða áhrif þetta hafi í för með sér. En það er þó ljóst að þetta gæti haft einhver áhrif á starfsemi Orkuveitu Reykjavíkur. Ég er að fletta yfir, þarna var sem sagt á þessu fundi var farið yfir allar mögulega sviðsmyndir, bara allt frá því að einn stórnotandi félli út af markaði og yfir í því að þeir eru fleiri. Bara ekki það að menn hafi neinar ákveðnar ástæður til þess að velta því fyrir sér, en það er gott að hafa það á hreinu. En ég held að best væri bara að ég deildi þessum gögnum með bæjarfulltrúanum Ólafi Adolfssyni og við honum bara að skoða þetta. En það þarf, í stuttumáli sagt, það þarf talsverð áföll til þess að Orkuveita Reykjavíkur verði fyrir verulegum áhrifum. Ég ætla aðeins ef að bæjarfulltrúar vilja veita mér örlítinn gálgafrest á meðan ég fletti í gögnunum mínum.
Þetta allt að koma hérna. En ef að til dæmis bara, ef við veltum upp þeirri sviðsmynd að álverið í Straumsvík loki, að þá það þannig að það kaupskylda á rafmagni til Straumsvíkur, svo þetta take or pay samningur. Við gildir 85% af raforkunnar til ársins 2034 og take or pay þýðir það að fyrirtækið skylt til þess að kaupa 85% af umsaminni raforku til ársins 2034, hvort sem það notar hana eða ekki. Þannig að þar í rauninni Landsvirkjun með mjög sterka tryggingu inn í þessum orkusölusamningi til Straumsvíkur. Og menn hafa velt því fyrir sér hvort að þetta geti hreinlega verið eina af ástafanum fyrir því að álverið þar bara hreinlega ennþá starfandi. Og má alveg, þó ég segi það alveg án allrar ábyrgðar, þá velti maður því alveg fyrir sér. Þetta, hvort að það spili ekki alveg inn í. Ef að Straumsvík færi niður í það að starfa á 85% af fullri framleiðslugetu, sem sagt bara kaupa þessi 85% sem þeir eru skyldir til og starfa bara samkvæmt því, að þá einhver, þá allavega sem sagt það áfram í sölu, það rafmagn, og hefur það að 15% detti út, eða það hefur ekki svo mikil áhrif í raun og veru. Landsvirkjun hefur nú þegar lækkað útsöluverð, eða sem sagt viðbrögðin við þessu yrðu væntanlega þau að Landsvirkjun myndi lækka útsöluverð tímabundið til stórnotendar, en áhrif þess á orkuveituna yrðu sennilega ekki mikil. Ef að eins og að Landsvirkjun myndi lækka heildsöluverðskrá varanlega 15% og færi ekki inn á smásölumarkað í kjölfarið til þess að vinna upp þessi töpuðu viðskipti, að þá meta menn það svo að Orka náttúrunnar þyrfti að lækka sína verðskrá 5%. Þar sem að 1/3 af orkuöflum Orku náttúrunnar eru orkukaup frá Landsvirkjun. Ef að áfallið er stærra fyrir Landsvirkjun, það er að lækka sína heildsöluverðskrá varanlega 25%, og fari ekki inn á smásölumarkað, sem er mjög ólíkleg sviðsmynd. Það sem að bara af ýmsum ástæðum varðandi bara stöðu Landsvirkjunar á markaði, að þá mjög ólíklegt að þeir myndu nokkurn tíma þurfa að fara í svona mikla verðlækkun. En þá meta menn það þannig að þá þyrfti Orka náttúrunnar að lækka sína verðskrá 10%, og það aftur bara af sömu ástæðu, þar sem að 1/3 af orkuöflun ON eru orkukaup frá Landsvirkjun. Ef að Landsvirkjun eins og færi inn á smásölumarkað til að vega upp þetta tap í heildsölu og myndi ekki lækka heildsöluverðskrá, heldur reyna að vinna upp tapið með því að fara inn á smásölumarkað, þá má ætla það að fyrirtæki myndi bjóða jafnlágt og lægsti á markaði, og ON þyrfti að lækka sína verðskrá 12% til þess að jafna það. En ef að Landsvirkjun myndi eins og að gera hvort tveggja, myndi bæði lækka heildsöluverðskrá sína og fara inn á smásölumarkað, að þá þyrfti ON væntanlega að elta lækkanir Landsvirkjunar.
ef að Landsvirkjun fari ekki inn á smásölumarkað en lækkaði 15%, þá það metið þannig að ON þyrfti að fara niður 5%, en ef Landsvirkjun gerir hvort tveggja, það lækkar 15% og fer inn á smásölumarkað, þá þyrfti ON líka að fara niður 15%. Þannig að þetta eru svona samantekin þau áhrif sem að þetta myndi hafa, og það að þurfa að fara í þessar lækkanir á verðum myndi síðan að sjálfsögðu skila sér niður allan fjárhag fyrirtækisins, ON og móðurfyrirtækisins Orkuveitu Reykjavíkur. Óbein áhrif á EBITDA metin á bilinu 1.293 til 11.452 eftir alvarleika sviðsmynda. En stærsta óvissan auðvitað liggur í því hver yrðu viðbrögð Landsvirkjunar við því að missa stórnotanda úr viðskiptum. Hvort þeir dragi úr framleiðslu til að viðhalda verðum, eða hvort þeir lækki heildsöluverðskrá eða sæki fram á smásölumarkaði. Þetta eru svona þessi þrenn viðbrögð sem að hægt er að búast við að kemur frá Landsvirkjun í þessum sviðsmyndum. En ég skal taka saman þau gögn sem að ég hef í höndum og ekki eru með sem trúnaðarmál stjórnar og koma þeim til bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar til frekari útskýringa. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson hefur lokið máli sínu og við ræðum hér ennþá fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur og orðið laust. Og það er bæjarfulltrúin Ólafur Adolfsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja að þakka bara Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir mjög góða yfirferð á þessari sviðsmyndagreiningu. En svo kemur náttúrulega kannski að raunveruleikann. Hvað mun þetta þýða í raun? Mun þetta þýða það til dæmis að það geti orðið breytt stefna hjá Orkuveitunni, að setja ekki öll legginn í sömu körfuna og mögulega þá breyta út af núverandi kúrsi og það sé ekki endilega að selja hæstbjóðanda orkuna, heldur velji menn þá viðskiptamannaflóru í ljósi þess þá í rauninni hvað áhætta er þá fyrir hendi, og það væri auðvitað áhugavert að svo sem velta því upp til lengri tíma hvort að Orkuveitan ætlaði síðan að fara í að virkja. Þegar ég hef þetta mikinn áhuga því að þetta félag framleiði meira rafmagni og því að við getum alltaf nota rafmagn. En það væri áhugavert að vangavelta hvort að svona sviðsmyndagreining muni mögulega hafa áhrif á sölustefnu fyrirtækisins eða val á viðskiptavinum. Bæjarfulltrúin Ólafur Adolfsson hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust og það ekki fleiri sem kveða sér. Jú, þarna lengi vona einum og þá kynni ég til leiks stjórnarmann okkar í Orkuveitunni, Valgarð Lyngdal Jónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka forseta fyrir að leyfa mér hér upp í þriðja sinn. En það er aðeins til að svara því stuttlega að samtalið hefur ekki verið tekið svona langt á vettvangi stjórnar að menn séu farnir að ræða stefnubreytingu eða slíkt. Þannig að við erum bara ekki komið það langt í samtalinu. Takk. Valgarður Lyngdal Jónsson, okkar stjórnarmaður í Orkuveitunni, hefur þá lokið máli sínu og orðið laust. Það ekki fleiri sem
kveða sér hljóðs og þannig að fundargerð Orkuveitunar þá lögð hér fram til kynningar. Þá býð ég bara forseta aftur að taka við stjórn fundarins. Já, ég þakka varaforseta Einari Brandssyni fyrir afleysinguna hér í embætti forseta og við förum í 14. fundalið sem að hefur málsnúmerið 20.02.057. Þetta eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga árinu 2020 og hér eru lagðar fram 2 fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, númer 885 frá 12. júní síðastliðnum og númer 886 frá 28. ágúst síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundargerðir. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þar með eru þessar 2 fundargerðir stjórnar sambandsins lagðar fram. Fleira er ekki á dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar og ég segi fundi slitið.